Sunna, vilt þú eiga heiðurinn og hella upp á te fyrir okkur? Ég skal gera það. Hörðu Sigga, velkomin í teboðið. Takk, elsku hjartans krútið mitt. Ég var búin að, skilur, þú heiti Birta, eða ekki? Jú, Birta Líf. Já, Birta Líf. Já, ég náttúrulega, ég sagði að þetta væri Birta Líf sem ég var að fara til og svo myndi ég að ég hefði séð þið 100 sinnum áður. Það? Það er kannski einhver önnur Birta Líf. Já, kannski við... Það er kannski viðkonan. Það er eitthvað viðkonan sem heitir Birta Líf. Já. Það getur verið. En það er flott að heita Birta Líf. Já, ég ánum með þetta nafn, sko. Mjög ánum með þetta nafn. Herra, við erum með eitthvað te hérna... Já, þetta er ekki te sem við værum með svo skilaböð. Nei, nefnilega ekki. Það er snið. Já. Nefnilega. Ég held að væri með þannig en. Já. Ok, lame te. Þetta er hérna ginger, býttu nú við. Þetta er eitthvað ginger. Komið með íslenska orðið yfir ginger. Engifer. Engifer. Ég var búin að gleyma þessu. Engifer. Engifer. Það er svo gott fyrir hálsin. Já. Gott að svona vetra tíma. Já. Eins og núna. Róandi. Þú komst með hatta fyrir okkur og núna er eins og við séum í alvöru teboði út í Breitlandi, sko. Já, mér líður smá þannig. Og þá erum við að setja litla puttana aðeins út, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er mjög mikilvægt, sko, þú veist. Þetta er mjög fancy. We need the biscuits. Það er rétt. Hvernig segirðu það? Á góðri... Íslensku. Bresku? Það hafa biscuits. Já. Biscuits. Biscuits? Tea and biscuits. Yeah. Heyrðu, þú ert hérna komin. Við ætlum að ræða hérna bara stjörnumerki, stjörnumerki fræga fólksins, stjörnumerkin okkar. Já, bara alls konar. Fara bara út í alls konar, hvað er að gerast í heiminu, við erum að fara inn í svo merkilega tíma núna. Já. Nefnilega. Heldur að 2021 verða öðruvísi? Ég held að 2020 komi út að hafa verið dásamlegt ár. Ok. Já. Mikilvægt fyrir okkur að þakka fyrir það, því það breytir okkur, það gerir okkur sterkari og þakka fyrir það. Þegar við þakka fyrir eitthvað, þá fer það frekar líka. Já, nákvæmlega. Bara, við lærðum þetta. Já. Nákvæmlega. En svo til dæmis, ef það væri með lélegan kærasta, þá skal það samt þakka fyrir hann, annars fer hann ekki neitt. Thank you, next. 100%. Það er búið. Það er búið. Já, þannig að 2021 verður bara gott líka. Sko, ef við reiknum út í talnaspeki hérna á Ísland, þá er hérna fullveldi 1.12. Núna bara ný skeið og gerðist ekki, það var ekkert verið neitt að halda upp á það. 1, 2, 3, 4, 5... Já, við erum á svolítið loka ári, við erum að henda í burtu ásala mörgum hlutum til að hefja besta tíma sem að Ísland hefur gefið. Vá. Já. Og það er samt allt, sko, það er fullt nýtt tungl, maður getur aðeins svona, nýtt tungl núna 14. des, og merkilegt eiga afmæli þá, af því að það er líka, sólmyrkvi. Já, ok. Bara sólmyrkvi, nýtt tungl, og aflega svo ofsalega mikið að kalla til sín það sem við viljum. Og við eigum að kalla það meira til okkur eins og indjánar, þeir kölluðu á regn, við skulum kalla á betra veður, gott veður, sól og... Í miðjum desember. Já. Sól og heitt. Já. Það var geggjað. Veistu það að ég trúi þessu með indjánuna að við getum kallað á betra veður og ég gerir þetta oft nýr í fjörunni í Álftanessinu, er ég með stóru trommurnar mínar eina að öskra eitthvað. Ertu indjáni? Nei, ég er náttúrulega bara, ég er bara svona frumbyggi hérna. Já. En ég trúi til dæmis indjánar þegar þeir voru, þeir eru nú líklega varla hvergi til blessaðir, nema það dreifst út allt, þegar þeir drápu til dæmis dýr, þá báðu þeir að fá að drepa það. Já, ok. Sem sagt bara uppsprettuna, veröldina. Já. Og það er alveg, það kemur alltaf þessu út heldur en, já, nákvæmlega. Já. Gera það sjálf, já. Já, heldur en bara, þú veist, þetta er fallegt. Ég kemur á indjána ættum, sko. Þú, það? Já, langaði minn, hann var indjáni. Frá Ameríku. Vá! Já, 1.8. Vá. Þú manst það? Ég man það. Maður getur keypt svona próf, bæði í Costco og Livju held ég. Já. Svo sendir út. Já. Og getur fundið út bara alveg frá upphafi. Já, ég tók þannig próf. Og hvað? Og ég tók þannig prófa því að pabbi minn er ættleitur. Þannig ég var rosa forvitin, sko, við höfum aldrei vita í rauninni hans hlið, hans ekta hlið, hann var ættleitur af bara Íslendingum og fæddist í rauninni á Íslandi, þegar mamma hans kom til Íslands og fæddi hann, hún er bandarísk,
En svo kom í raun í ljós að þessi bandaríska mammans raun að vera ættu frá Íslandi. Þannig að þetta fór alveg í hring. Það rosalegt, ógeðslega skrítið. Já. Og já. Þannig að þú varst í rauninni ekkert bandaríka. Nei, en ég meiri þjóðverji. Já. Þeir eru svo fyndnir, húmóriskir. Vil ég alltaf vera að berra, sagði meira og minna. Er það eitthvað með þig svona? Nei, minnst það. Alveg þú. Alveg yngar. Nei, ég... Þá hlýt ég að vera þjóðveri. Já, þú komum þjóðveri. Nei, en já, þá kom það í ljós að að pabbi hennar, hann var þjóðveri og fjölskylda hann var þýsk og hann var síðan sendur til eitthvað frá einhver svona frend og alin upp þar í Bandaríkjunum af því að í rauninni foreldrar hans voru drepnir af nasistum í Þýskalandi. Þetta kom nú ekki fram í prófinu. Nei, þetta var eitthvað sem að þér jú, þau bara skrifðu fyrir alla sjóra. Nei, en að því að þegar við tókum prófið, ég og bróðum minn gerum þetta, þá tengdust við okkar úti. Já. Hún var líka búin að taka prófa sömu síðu. Þannig að við sendum henni Pamelu okkar, bara skilaboð og hún var búin að teikna ættatréð sitt og ég spyr, akkur þú hérna inni, þú veist? Hún segi, ég reyna að fá upplýsingar pabba minna því að hann var þjóðveri og hún sagði mér þetta þá í gegnum þessa síðu. Þannig ég mæla alveg með þessu. Herri Sunneva, við förum í þetta og svo fáum við úr þessu skorið. Það var myndatökumaður til dæmis sem að gerði þetta, Katt heitir hún hérna á Íslandi. Já. Katt, finnst það ekki flott? Jú, ógeðslega. Og hún fór í svona próf. Já. Og hún búin að vera hérna í svona, reyna að hanga hérna og hún á breska pappa og íska mömmu kemur í ljós að hún sem sagt náttúrulega þaðan og svo hún norsk og svo hún líka íslensk. Svo það hefur einhver íslendingur sem sagt bara flúið út eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Paldi að hafa ætti sína til að rekja hingað og vera hérna á staðinu. Já, nákvæmlega. Spennandi. Já, mjög spennandi. Algjörlega. En þú veist, við minna náttúrulega að þátturinn okkar alltaf í boði Laugaspa. Já, organicskincare.is. Organic Skincare, vorum að tala rétt á þátturinn byrjaði að við elskum allar Laugaspa. Já, einmitt. Og við vorum að fatta að heima ilmurinn okkar bara búinn. Hann það góður að hann bara horfinu þurfum að fá okkur nýjan. Málið að við höldum að einhver hafi tekið hann og við ætlum nú ekki að ásaka neitt en okkur finnst það alveg skiljalegt. Já. Að einhver hafi sett hann í veski. Fröðu stúlið honum. Það er svona fengið hann lánandi það. Já, þess að bæta lyktina heima á sér. Lykt skiptir nefnilega svo miklu máli á heimili og hérna til dæmis lavender, ég veit ekki hvað í þessu á Laugaspa. Bara þú finnur meiri ró. Já, einmitt. Og ég nota ofsalega mikið svona olíubæði til að hressa mig við og svo til að svæfa mig. Já, nákvæmlega. Það er sniðugt, sko. Já. Já, eftir að þetta inn í þann... En Sigga, við vorum að reyna að komast það. Hvað stjörnumerki þú? Já, ég ætla ekki að segja eins og mér finnst svo leiðilegt þegar fólk segir hvaða stjörnumerki heldur þú að ég sé í? Og ég vona þú vitir það sjálfur. Þú veist, að ég er ekkert merkjafrík. En hvað það fyrsta sem ykkur dytti í hug, svo spyr ég samt? Við vorum sko reyna að komast það fyrir þátt. En það er ekki hægt að finna það á netinu. Ég fann þið ekki neinstaðar, ekki afmælistæðin. Nei. Er ykkur ástæða fyrir því? Er það fyrir það fyrir okkur? Já, sko, ástæðan fyrir því að, ég heiti Cecilia. Ok. Nú kemur eitthvað nýtt. Cecilia Sigríður Ævarsdóttir. Fallið, já, mjög. Og þetta kannski út af því að svo var ég Sigríður Klingaberg og svo fekk ég nýjan pappa sem satt í gegnum DNA og eitthvað svona og þá var ég 55 eða eitthvað ég segi alltaf í fyrra og þá ákvað ég að vera Sigga Kling af því að ég kom því gegnum mannanafna nefnd að leyfi fyrir Kling en ég breytti því ekki í þjóðskrá. Nei, ég skil. En ég er naut. Ertu naut? Ok. Við erum búin svolítið að tala naut í dag. Já. Fyndið. Birta, hún hefur áhyggjur að hvaða stjörnumerki barnið sitt verður? Já. Áhyggjur og ekki áhyggjur. Ég er á mörkunum að því að hún er sett 15. apríl. Já. Stelpan í maðurum mínum. Hún er sett 15. apríl sem er hrútur. En svo náttúrulega svo algengt að konur fari fram yfir með fyrsta barn. Þú gerir það ekkert. Heldur ekki? Nei. Það að koma að setja degi, eða? Já, hún kæmi og myndi fæða hérna ef hún væri í prógrami, því að hún það sem hún segist alltaf gerir hún bara. Já, nákvæmlega. Okay. Já.
En þú verður ótrúlega hólpin að fá hrútastelpu. Já. Það eru bestu stelpur í heimi. Ég nefnilega sagði við svona þetta, ég pínu hrættu að fá nautastelpu. Ef ég mætti velja, myndi ég velja hrútastelpu. Það bara því að ég mjög skapstór og ég hugsa að nauti getur verið svolítið skapstórt. Þá getur kannski verið erfitt að En hrútastelpur eru rosalega, þetta eru svo, ef þið skoði, þá ég var spurð einhvern tímann í einhverju kokteil, ég veit ekki hvort það var blað eitthvað, þá hrútastelpur, sérstaklega í byrjun hrútar til svona 15 kannski og eitthvað lengra, þær finnst mér vera einhvern veginn bestu, sko, ég segi að það er alvörunni, það er mitt uppáhals. Vá. Strákarnir eru líka góður í hrútnum en þeir eru svo allt öðru vísi þess vegna oft flókin, stjörnuspekin því þeir geta verið svolítið svona þögla típan en þeir eru góðir í mjög mörgu og ég hef alltaf ég átti nú mann í 26 ár, hann var hrútur og allir á undan sem ég er nú ekki búin að vera að reyna að telja saman, ég er ekki með og svona maður er farið á þjóðatíð og svona þjóðatíð þeir voru allir hrútar og ekki spurði ég þá finnst þetta ekki merkilegt? Það er mjög merkilegt og ég er með Venus í nauti og ætti að ná mér í mann í nauti og ég er með Merkúr tvíbur og þess að talar nauti svona mikið ég af því að annars væri ekki að því að tvíburinn er alltaf svolítið úr henni annað og ég er svolítið mikill tvíbur, ég er alveg á mörkunum. En þú? Ég er ljón. Ok, jæja. Skál. Skál, ljóni. Ok, hvað? Þú voru að segja okkur eitthvað um ljónið? Já, ég ætla ekki það. Ég elska ljónið. Það væri ekki neitt, skal ég segja, neitt hreyfing á heiminum ef að ljónin hefði ekki fæðist. Ef það væri hefði dottið úr þetta stjörnumerki, það var ekki gefin blöð, það væri ekkit podcast. Þú veist þetta sjálf. Já, þannig, sko. Svona svolítið doers. Doers and dramas. Ok, já. Það fyrir eftir í hvar hún er fædd, ég get reiknað það út, sko. Ok. Svona til 1. ágúst. Ég er 7. Já, þú sleppur aðeins við, það er rosa mikið frægu fólki fætt í byrjun ljónsins. Bara heil haugur. Í þá lok júlí þá? Já, lok júlí og aðeins fram í hana ágúst. Og máli er með þetta að þetta er svo mikla tilfinningaverur. Og ég segi, sko þú ert ekki dramað, segi ég, heldur dramar sækið í heim. Fattaru, það er ekki að þú setja búið til það. Heldur bara er eins og ljónin mæti einhvern veginn meira drama og meira svona einhvern veginn og þau eru svo skemmtilega og athyglisverð að maður bara, þetta er ljón sko. Maður sér það svolítið á makkanum og svona og hvernig það ber sig. Það ber sig vel. Þó það líði ömulega illa. Já, ok, vá. Já, þú veist það bara ég skal. Já. Ekkert svona vel. Nei. Og þú ert í hlaðis að reikna töluna þína, bara ganni. Hvaða tölu? Hvenær ertu fædd? 7. ágúst 1996. 1996 til 1925, 35, 40. Þú ert fjarki í talnaspeki. Það er uppáhaldstalan mín. Að það? Ég er 5 og ástæðan fyrir því er að fjarkin redda mér alltaf. Hann er svo duglegur að drífa þetta áfram einhvern veginn og ég pínu svona getur þú náðið þetta, mér vantar bláan penna eða, þú veist. Og þá er það ekki að þú ert ljón. Það er að þú ert fjarki. Þess vegna hefur þú látið verkin tala og fari bara í málin. Þú veist, það er þessi vegna. Og fjarkin má vera montnari, mont og stolt eru systur. Þú mátt vera aðeins svona I am me. Já. I am me. Þetta er góður þáttur. I am me. Það er geggjusetning. Vá. Þetta er í alvörinu geggjusetning. Já. Því það eina sem þú ert er náttúrulega jú. Nákvæmlega. En fyrir þá sem ekki vita, hvað er í rauninni svona talnaspeki? Þá leggum maður saman, þú ert svo athugul. Pældu í því. Nákvæmlega. Annars væri við örugglega tvist og bast ef það ekki. Ángríns. Leggur saman þversumuna af ammæli, semst ammælisdag, mánuð og ár og hafa 19 með. Ok. Þá kemur út 40 en það þýðir hún er 4. 14, 15, 16, 17, 18, 19.
svo legg ég til þess að vita hvað ár hún að fara inn á 14, 15, 16, 17, 18, 19 já, þá ertu núna á ári 1 og þá legg ég töluna 5 við eða svona 4 til 5 að þið að breytast legg það við afmælisdag og mánuð af hverju ger ég það? Að því 2021 að koma og útkoman því 5 2020 núna, útkomin því 4. Okay. Og það þýðir það að þetta ár sem að Sunneva að færa It's me, nei, hvað sagði þér? I am me. I am me. I am me. Að þetta upphaf að svo mörgu og þú þarft bara, þú veist að láta þig hafa. Geggjað. Já, og að því að þín mun bjóða svo mikið. Hljómar vel. Já, hljómar mjög vel. Já, það er þinn tími alveg komin og hættu að hugsa. Hættu að hugsa alveg bara, bara gera. Já, hættu að ofhugsa. Já, þú bara, því þú hugsa rosalega mikið. Já, rosalega. Já, það áhyggjur, sko, maður nær aldrei árangri með áhyggjur og það eru til einskis nýtar. Já, algjörlega. Af því þú færð ekki úrlaust úr því sem þú ert að gera ef þú hefur áhyggjur. Já. Þá fullur hausinn og það kemur ekki svarið þitt. Já, sammerkilegt. Jæja, elskar mín. Ég er þriðja, 96. Ég trúi þér ekki. Jú. Lukkar ekki ánað með það. Jú, hún var ánað. Þannig að sérðu að lukkið það er bara, sko, barnabarnið mitt er fætt þarna. Já, það? Ólafur Darri er fættur þarna. Beggi bróði minn, hans Pagas, er fættur þarna. Og svo lýsa rúa. Bara ég og stjörnum svona. Já. Ég fæ alveg gæsahúð. Mamma er líka fætt hana. Er það? Mamma fekk mér afmælisgjöf. Vá, pældi í því. Ég veit, hún har aldrei fengið betri gjöf en það. Nei, það er rétt. Já. Þú ert mikið stjórnsum, sko. Já. Þess að segja, ég áhyggjur að, þú veist, eignast aðra litla stjórnsum, sko. Nei. Af því þú þarf líka að hugsa til, af því þú ert að tala við barni núna. Já. Og þá segirðu bara hvað þú svona alveg eins og þegar þú ert að búa til þinn karakter að því við erum öll fyrirtæki, þá talar það bara til. Já, ég bara... Hvað hentar og... Þú ert að búa til. Já, þú ert ekki að búa til stjórnsama. Þú skipulegur það. En það að vera stjórnsamur er jákvætt orð. Já, ég tek því svo les. Það þarf að íta við búblunni, sko. Og raða saman hlutunum, svo... Ég hefði viljað fæða svona stelpu, sko. Ekki hafa ákveð. Þú átt svona barnabarn. Já. Ég elska hana, sko, náttúrulega elska maður börnin sín, en misjaft. Öðruvísi þetta og öðruvísi hitt. Þú veist, ást er aldrei eins. Jæja, nú þarf ég að telja. 10, 19, 25. Hvað ætla að sé? Hvað getið þið giskað? Fjarki. Já! Og þeir vinna best sama. Já. Og sömu tölur. Heldur betur. Og verða best líka að vera hjón. Já, svona, ég held að það sé bara komið til, við erum að ræða þetta, við erum hvora giftar, það er aldrei spurning. Það veit aldrei. Það er bara okkur ekki. Sko, ég meina það er alveg að vera hjón, það er að sleppa þarna, þú veist, við. Já, þú veist, til hvers það er ekki til eins. Pótt mörg hjón sem sleppa því. Já, náttúrulega. Ég held að ég hef byrst að verða bara svona giftar þannig, sko. Já. Ég gifti fólk. Er það? Ok, sælir. Þú ert að fara að gifta okkur. Bara á eftir. Og hvað verður fyndið? En ég voru báðar fjarkar. Þeir eru báðar fjarkar og þú ert að fara á 4, 5, 6, 8, 9, 10. Þú ert líka að fara á sama. Þetta er nú alveg Jesus, þú er að syngja þess. Já, ekkert smá. Já, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já. Þetta hlýtur útskæra að koma svona, þess að okkur erum svona góða saman, sko. Já, hlýtur að vera. Já, þeir eru rosalega góða saman. Mér finnst mjög gaman að hlusta á okkur. Já, mér finnst þau afslappaðar og svona bara og svona, það er svo á að vera. Já, við svolítið gleymum því að þessi mækar fyrir framan okkur, sko, og erum bara blablabla. Svo allt í henni erum við bara, heyrðu, ok, nú erum við hættar, hvað var það langt? Heyrðu, þetta voru 2 tímar, við bara, jæja. Ups. Þetta er líka reality show. Já, þetta er það. Já, þetta er bara raunveruleika þáttur og hérna, og við viljum alltaf, nei bara, ég held að vera hár. Það hefur verið fyrir gæfu. Við viljum alltaf horfa á svona bara einhvern veginn svolítið alvöru, ekkert svona yfirbors og eins og þú með náttúruna hérna á hausnum, þá ertu ekki náttúrulaus. Nei. Þú veist, og þetta er íslenskur hattur eftir Helgurún. Já. Og Geir H. Haarde setti þennan hatt þegar ég keypti hann í
Bretlandi. Já, það. Í töskuna sína því ég var með mikið farakur, þá fór hann með marga hatta fyrir mig, sér hvernig sætur. Ég sætti á honum, já. Fallegt á honum. En ég smelti sko svaninum á seinna, þeir eru ekki svona frumlegir. Nei. Bretarnir. Nei. En hérna, já, ég er að segja þú veist að því að, já, það er bara gaman. Já. Og bara líka, það er alltaf gaman, draga spil. Herri, þú ert með svona bleikspil. Abracadabra. Náttúrulega þú veist hvað ég rána með mig. Ótrúlega flott. Allt í stílu sjá. Love it, sko. Svoleiðis á það að vera. Já. Oh my god, Ok, geggjað geggjað. taska. Svona við Ég- þurfum svona bleikt outfit, sko. Já, nei, Ég skil sko, ekki. geggjað átfitið Já. þitt. Þið eigið það, sko, hún Lovísa Tómas sem er bara krakki, hún er svo ung. Já. Hvað hún er frumleg, ég bara, Já. og hún gerir hatta líka. Það sést bara að hvernig þú ert klædd, sko. Næði. Lesa það hátt og skil. Já. Hvað stendur? Þú færð óteljandi gjafir frá alheiminum. En Laugarspa, farið eitthvað frá þeim? Óteljandi, já. En þetta svolítið stemmi við það sem þú veist að segja í talnafræði. Eða Já. þú veist, hérna... Talnaspekifræði. Talnaspeki, já. Já. Hún er að fara inn í ár sem vera helling af... þú Já, veist, nýja tækifærum. koma. Já. Nýja koma. Og það, já. Og hérna, þú þá líka, og það er náttúrulega nýtt að koma, það ekki? Jú, Jú, það nei, verðist já. vera. Þú verður að draga byrta. Útrúlega spennt. Má sjá. Þú ert fæddur til að gera góðverk. Hvað myndi dóla? Þú ert svoleiðis, þú skiptir þér af ef að verða pína einhvern. Já. Svo að bara, hún kemur sér í vesen, sko, stundum út á góðverkjum. Já. Það má ætti að koma sér í burtu, sko. Já, ég er alveg svolítið samlað því, sko. Já. Alveg frá lítil krakki í leikskólanum. Já. Alltaf verið svolítið svona á mínum eigin tveim fótum, sko. Já. Vita hvað á að vera rétt og hvað er ránt, sko. Já. Og að vera svona ákveðin og stjórnsum. Það fylgir þessu. Já. Fylgir þessu, já. Ert þú með kærasta núna? Já. Já, er hann góður? Mjög góður. Það borgar sig ekki að segja annað núna. Nei, það er alltaf að hlusta. Nei, hann. Já, hann. Já, hann er ekki nógu góð, nei. Hann er bara, ég nenni þessu ekki lengur, sko. Hvað stjórnumerk er hann aftur? Hann er vasperi. Hann er vasperi. Hvenær í vasparinu? Hann er 2. febrúar. Já, þá mun að byggja upp... Skalt hafa þetta rétt. Hann er 11. Ok, nú hefur hann afsökum fyrir að gefa þér ekki gjafir og svona. Já, já. Já. Nei, ég er alltaf að rugla. 2. og 11, ég veit ekki. Það er tveir. Já, gæti verið. Þú ert að hugsa þannig. Já. Var hann stofnað fyrirtæki eða eitthvað? Hvað Nei, hann er að læra í háskólanum, tölvunarfræði núna. Já, Hann er ekki stofnað neitt. ég ætla ekki að setja neint svipa mig núna. Hvor fór hann ekki í smiðinn bara? Það er allir að fara í tölvunafræði og Já. Já, kannski. gott að fór ekki í viðskiptafræði. Nei, hvað er þessi liði viðskiptafræði? Það veit ekkert hvað það ætlar að gera og fór bara í viðskiptafræði. Það er bara nákvæmlega þannig. Núna eru allar sætar konur búin að vera undanfærið í lögfræði. Já. Já, það eru mjög margar lögfræði. Það er allar yfir Og svona alveg, sko, stönning, sko. Já, við erum eina þannig vinkonu. Hún er bara Já. ein mesta skvísa, eiginlega bara svona úr líklega blond og fór í, þú veist, Já, og fór í lögfræði. Já. Og er, þú veist, að gera ógislega vel þar. Það er svo cool að sjá svona skvísu. Já. Verið svona, þetta tali mjög erfitt nám. Verið að sjá hana, þú veist, svona blómstra í svona einhverju sem að kannski stereotypun hefði ekki sett hana í. Einmitt. Fattiði mig. Já, algjörlega. Ég samla. ætlað þú í lögfræði, Sunna? Nei, ég er í viðskiptafræði. Ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera. Já, þá er maður bara, viðskiptafræði. Já. Ok. Góðu grunnur á mörgu. Já, það er það. Það er líka bara fólkið og hafa gaman að því sem maður er að læra. Það Já. skiptir ekki öllu máli hvað þú lærir. Nei. Heldur að vera, þú veist bara, finnast þetta gaman og breyta svo bara til. Algjörlega. Ég er bara að klára þetta af, sko. Þú veist, það er einu ástæðan. Já, Bara að koma með þetta. Já, það er bara, maður þarf bara, þú veist að klára. Já. Fjarkarnir klára, báðu til. Já. Og þú ert bara að klára þetta á næsta ári. Já, bara í vor. Já, Þetta er alltaf gerast. Já. hældi ég að vera svona, líta svona vel út og vera líka með svona fínan heila. Heila. Já. Það er gott að hafa góðan heila, sko. Já, sé það ekki um of. Nei, nákvæmlega. Maður getur googlað líka. Já. Nefnilega. Googleði gott, sko. Google er mjög gott. Já. Herru, við ætlum að spyrja Siggu þegar ekki varandi nokkra stjörnur. Jú. Jú. Hérna, hver er með að byrja á? Herðu, Kylie Jenner. Það er eiginlega svona aðalskvísun í dag, sko. Já. Já, Og það er hérna litla systir, sem sagt Kim Kardashian og þeirra. já.
en úr Jenner fjölskyldunni. Já. Veist, með pabbi þeirra heiti Caitlyn Jenner. Ég veit alveg allt þetta. Það ekki? Heldur ég horfi ekki á það? Það ekki? Jú, ég fylgst náttúrulega með mjög mörgu af því að ég til dæmis svo hrifin af henni hérna Kim Kardashian. Ég elska hann alveg. Já, við líka. Já. og mömmunar. Chris. Já. Það alveg eitthvað manneski sem við erum með á lista sko að spyrja það úti. En ég hef minna fylgst þarna með litlu systurum. Af því að hún kannski, ég veit það ekki, en hvenær hafa hún afmæli? 10. ágúst 1997. Hún ömurleg ári. Það? Já, búið erfitt hjá henni. Það ekki víst að það komi fram í neinu. Nei, einmitt. Að því að það bara búið að vera erfitt, ég veit ekki hvort hún með kærasta, en það búið að vera mikið uppgjör í gangi og en ég ekkert búin að horfa að fylgjast með þessu. Nei. Hvað, vitið þið? Hún svona sundur saman með bassföðu fyrir sinum. Já, akkurat, maður ekki með þetta. Já, algjörlega. Já, svo að þetta rosalega flókið ár og þú sér líka þarna hún ljón og ýmislegt drama hefur hún heimsótt hana, en hún heldur áfram, sko. Algjörlega. Já, en ég hef lítið fylgst með henni, en hún hittir mannin sinn, þetta verður ekki maðurinn hennar. Ok. Hún á eftir að hringi í mig örugglega. Hún á út af þessu. Það ekki læg með þig. Hún á eftir að hitta mannin sinn 2022 trúlega sumarleiti. Vá. Vá, spennandi. Já. Vá, skjá fyrir þessu. Guð. Já, hún ljón, eins og þú. Hún ljón, Já. Og hvaða númer hún? Hún 8, það sko, já, og ef að fólk sem að rekna hérna út, það þess að þetta þversumann af bara afmælisdag, ári og mánuði og hún kemur út sem 8 sem eilífð og það fólk þarf að vera á stöðugri hreyfingu. Já. Þannig að í þessum hópið að gera þetta og það svona nærist af fólki, ekki tekur orkuna, heldur þú veist, já, ef það þarf að hanga heima og svona, þá það fljótt að fara niður. Já, að því þau hugsaðu, ég hefði frekar átt að fara í þetta, ná mátti ég ekki fara að gera þetta, Já, svo það þarf að vera að þetta svo húmarist og skemmtilegt fólk. Ok, þá erum við að taka Kim. Já, hún var... Námali 21. október, ég man ekki hvað ár, hún varð 40 ár. Þarna hún líklega meja, eða ekki? Jú. Já, hún alveg á markanuna. Nei, hún meja, hún vóg. Já. Hún var 40 í ár, hvað fættist hún på? 1900 og... Jæja, góð starffræði. Já, það 20 af þessu og 20 af hinnu og þá þeirra 1980. Það ekki? Jú. Ég rosalega góð í starffræði, en ég ekki góð í, þú veist, það Já, 1980, rétt. Já, það nefnilega þannig, annarkvort ertu góður í reikningi og svona, þá ertu lélegur í rúminu. Ok. Já, og það vola margir sem að einhverju þar, en þetta bara svona saying. Já. Og ég vil svo miklu frekar vera góð í starffræði. Miklu frekar. Hún fjarki. Hún fjarki eins og við hérna. Já. Hún fjarka systir. Veistu það, þetta bara, þetta bara, ef þið reiknið þetta út og þá sjáu þið, þetta svo merkilegt, finnst mér fólk, en það vantar oft að gera ég, þú veist, fína setningin hana. I am me. I am me. Tökum þetta eins og ný. I am me. 1, 2 og I am me. En hún vóg þá, eða ekki? Jú, hún vóg. Já, það ég með minni reyndar sko að þarna ég man ekki að alltaf skiptin, þau eru misjöfn. Hún alveg sko... Á mörkunum. Já, það nú allt að gerast hjá þessari sko. Hraðin já. Gott, Nei, 8, var það ekki? Nei, hún fjarki. Já. Og hún bara, þú veist, það allt að gerast í breytingum og nýjungum og náttúrulega allt að gerast hjá henni, en þú veist, núna sko, það sem að gengur vel hjá henni núna kemur til framtíðar og hún bara, það svo mikið í hjartan á henni þú veist, að breytast. Hún að læra lögfræði. Já.
Já, af því að hún á eftir að hjálpa fólki, sko. Já. Mjög mikið. Hún á eftir að, þú veist, eyða tíma sínum alveg ofboðslega mikið í að hjálpa fólki með alveg alls konar hluti sem hefur verið beitt óréttlæti. Svo að við skulum bara hrópa húrra fyrir því. Já, ég held að það er naglun á höfuð, sko, því að hún er einmitt að hjálpa, hún fór að læra lögfræði til þess að hjálpa fólki úr fangilsi sem hefur verið í rauninni rándæmt. Já, og þetta á eftir að verða meira og meira og svona og bara, kannski verður hún bara næst í forseti. Hver veit nema? Þetta er ekki Kanye for president, þetta er Kim. Já, Kim for president. Já, ég meina það er mjög algengt, sko, að byrji annar aðilinn og verði forseti, svo reynir hinn. En ég veit það ekki, nei, ég er ekki að segja svona, hún áttur að verða mjög mikilli ábyrgðastöðu og svona eins og sendiherri milli landa og hún á eftir að fá þá virðingu sem að hún sem sagt á skilið að því að þú veist að ég kalla það oft smáborgara sem að eru alltaf að kýta í hvað þetta er astnalegt og vitlaust og svona og þeir sem eru alltaf með leiðindi allstaðar, þeir eru bara svona hertir saman og þegar ég sé mikið leiðindi til dæmis á netinu þá að eina sem ég skrifa er bannað að dæma við erum ekki fætt hérna á jörðin til að dæma annan og þegar við erum að tala illum annan þá er það einhver löstur sem við höfum. Já. Skilurðu, sem að við erum að dæma annan fyrir. Já, algjörlega. Já, og þá þarf maður ef maður er að dæma hvernig fólk þá þarf maður að gangi gegnum það svo að, sko, ég bið ykkur að segja það ekki við alheiminn og uppsprettuna hvernig þessir og þessir. Þetta er mikilvægt að við skoðum það. Nákvæmlega. Segja bara það er bannað að dæma og svona alveg sama. Alveg sama. Leifum bara öllum að vera eins og þau eru. Já. Eins og þeir vilja vera. Já. Já. Heyrðu, þetta er dásamlegt. Við höfum eitthvað að hitta þessa. Já. Það? Já. Ég veit hann einu sinni. Hanna Kim? Já. Byrjar þú? Já, þetta er óþælandi. Ég þarf að hitta hann aftur, sko. Hvað hittur hana? Hún kom hérna til Íslands og ég náði bara... Þú stólkaði þér hana? Ég náði poti hana. Stólkaði hana? Já. Fyrst á, já. Potaði í hana? Hún náði mynd með henni, sko. Já. Selfie. Hún er eina af þessu erfiðu Íslendingum hérna. Já. En það er bara svo leiðis, maður næri það sem maður vill og ég sá hún koma til Íslands. Það er þannig. Já. Ég sagði, Kim getur ekki verið á sama land og ég og við getum ekki hist. Það myndi ekki mega neitt sens. Svona er þetta, maður þarf að vera sko harðákveðin og staðir á þinn og bara að gera þetta. Já. Algjörlega. Þetta var Þú sér ekki að þessu? Nei, ég vaknaði þennan morgun, stelpnum og sendið mér skilabóð, Kim Kardashian í Íslandi og ég vaknaði og hugsaði, ok, þá hitti ég hana. Ef hún er hérna, þá hitti ég hana. Það er ekki, ég sagði það. En orður og álög, það er fyrsta bókin mín. Já. Þá hitti ég hana og sagði hvað þetta er ekkert, ég ætla að reyna að hitta hana. Nei. Ég hitt hana. Já. Ána með það er svo leis. Já, ég maður nú hitt ímsa, sko. Það ekki? Jú, það er svo gaman í Íslandi, það eru bara allir... Já. Einu sinni var ég stödd bara ein á borði og þá kom Ben Stiller og spurði hvort það mætti setjast hann og ég bara, hvað er að gerast? Og svo sátum við þarna saman og svo var bara lífverðir og allt þetta. Já. En þá kom í ljós að hann hefði verið með vinkonu minni þann inni sem hefði bent en pæliði að sitja bara og hann kemur og segir er nokkuð laust hjá þér? Maður bara, hvað? Jú, ég Taktu mitt sæti bara. Já, að þetta fólk er bara eins og við. Nefnilega, sko. Þetta er bara fólk. Og við erum bara öll eins. Sitt. Heyrðu, hvað, ætlaði eitthvað fleiri? Erum við enga íslenska? Við erum að kíkja þá. En ertu með Kanye hana? Já, 8. júní 1977. Ég held ég hef búin að reikna nú heima hjá mér. Að því ég var nú eiginlega bara á því að hann mætti vinna þessa kosningar. Okkar kona, sko. Það er 57.000 atkvæði, ég hugsaði, hvað er að þessu liði? Þið sáu ekki þegar hann labbaði á vatni. Nei. Jú, þegar var með tónleika. Já, með tónleika og það var svona eins og hann labbaði á vatni og Joel Osteen var að syngja með hann og það var svo fallegt. Og ég get nú líka gengið á vatni ef það er grunnt. Já. Okay. En þetta var svona kannski photoshoppað einhvern veginn. Já, ég held að það er náttúrulega ekki skrítið að maður pínu bilist í allir þessari streitu, 10-24, 34, 67, 78. Já. Hann er masterstala og er 11-2 og þá er hann í raun og veru svolítið í byrjun lífsins alltaf að sko eins og 2 ásar ráðast á hinn. Mjög algengt ef einhver er að reikna út töluna sína og það væri gott sko reikna bara eins og með hann Kanye 8, 6, 19, 7, 7 það þarf ofta að tyggja í mann og þá fann maður 38, það er 11, 2 og það er sko
sem sagt, svo algengt með það fólk að það brýtur sinn niður og þá náttúrulega skilur brýtur sinn niður þannig og það getur orðið svo ofsalega mikið andleg vandamál eins og voðalega algengt svona ádröskunar sjúkdómar og allskins svoleiðis sjúkdómar sem sagt og svo verður þetta fólk voðalega sterkt þegar það fattar hvernig á að vinna úr þessu og fá betra líf svo eftir því sem það eldist þá verður það meira stórkostlega. Já, ég held að það sé alveg svolítið bra með kann ég sko. Já. Algjörlega. En hann einmitt greindur með geðhvarfasýki. Já. Já. Og tvíburi. Það ekki? Ekki tvíburi? Jú. Bæði tveir. Já, það þetta sko og þetta gæti hafa komið að því þessum slagsmálum, þú veist, andlegu slagsmálum og það mjög algengt að geðrænir kvillar sem við köllum á að því að við erum við sýktan huga og við getum náttúrulega læknað og það rosalega margt sem læknast með kærleika og ást þó það hvað sem það kallast og hann þau eru ekki á sama ári en sko ég svona myndi segja fyrir mitt hjarta að þau gætu unnið úr hlutunum og það væri best finnst mér en þau eru með rosalega ólíka og það kannski það sem að Kim vill að því að hún vill kannski ekki eitthvað auðvelt Nei, einmitt. Við erum alltaf að reyna að fá erfiða krossgátur sko og botnum svo ekki í sem köllum aldrei. Þeir koma nefnilega, þeir eru bara eins einfaldir og við sjáum þá strax, svo erum við alltaf að reyna að finna einhverja dýft og reyna að breyta þeim eftir kortir þá og svona, og þá er þeir ekki eins svona, okkur ekki einhver svona til fara hvað er þetta, og byrjum að röfla sjá alltaf neikvæða þá byrjar, við munum ekki hvernig við vorum ástfangin fyrst og ef maður hefur einhvern tíma verið ástfangin þá getur maður náði tilfinningun aftur munið það maður getur náði hana aftur ef ástin hefur verið einhvers staðar ef hún var hann í byrjun já, og svo er bara líka mjög mikilvægt í ástin að gera ekki samanburð alltaf reynd þú veist þetta er við náttan, til dæmis eins og þið skilur þetta sko svona orkur myndi tengjast sterkt en áttu manneskan? Ég og mann Já, þú ert ekki gift. Ég er ekki gift, en ég á kærasta. Búin að vera með honum í 6,5 ár. Já, sú telur. Já, sú telur. 6 ár, 40 dagar. Já. 6,5 og hann er krabbi. Já. Við erum fiskur og krabbi saman. Já, hann er bara ljúlingur, sko. Já, hann er það, sko. Já, bara fyrir sér sem hann ljúling og mun bara hafa það svoleiðis. Já, og ég man, eitt af fyrsta sem mamma pæli mikið í stjörnumerkjum, sko. Og hún spyrir mig þegar ég var nýbúin að kynna mömmu fyrir honum og hún sagði, hvað stjörnumerki er Gunnar? Ég segi, hann er krabbi. Þá segir hún, já, þú losnar ekkert við hann þú slítir á honum handlegginn. Og það hefur bara svolítið verið svoleiðis, sko. Já. Hefur þú reynt að losna við það? Nei, alls ekki, en ég verið með svona hugmyndir, núna ætla ég að flytja til Boston í ár og hann segir bara, já, og gangið vel. Og það hefur aldrei verið neitt issue, sko. Nei. Það er svo mikilvægt, ástin, sko, að loka engan inn í búri. Einmitt. Þess að þetta er eins og með fuglinn sem er lokar inn í búri og hann bara syngur inn í búrinu, leyfa fuglinum svona að fara út, syngja og vilja fara aftur inn í búrið. Einmitt. Og þetta þetta er svo mikilvægt að því að hefta ekki frelsi hins eins og þú ert með hann að fara bara þá til Boston og svona og þú veist og ég redda þessu og líka með þig að þú ert með aðeins svona erfiðari mann með þetta Já Örlítið bara örlítið en það líka segir sig bara í stjörnumerkinu, það ekki? Er Vatnsberg ekki aðeins svona Ég veit það Nei, ekki endilega endilega, en þú segir hann fyrir viðskiptafræði og svona, þá getur líka, þú veist Hann er ekki viðskiptafræði Nei, hann var í tölvunafræði Já, hann var í tölvunafræði Já, hann er, sem sagt, sko Ágætur Ágætur betur en best, það ekki? Það er best Já. Ég ætla ekki að fara út í það, en hann svona hann má vera svona aðeins jákvæðari Já svona aðeins svona bara
aðeins svona bara, maður má vera meiri vitleysingur af því að vitleysan bara, þú veist, svona verið, þú veist til í, en hann verður góður í tölvunafræði. Já, hann verður góður í því, sko. Svolítið efins ég það. Hann nýbyrjaður, sko. Já. Hvað var hann að gera? Hann var bara að klára stúdentinn, sko. Já. Sem á eftir á, sko. Já, það er bara fínt. Já. Maður á að læra þeim að vill bara. Já, algjörlega. Hann krútt, sko. Já. Alveg má segja það. Algjör dúlla. Já, hann algjör dúlla, sko. Já, hann það. Já, hann á ekkert að taka þetta of alvarlega ef hann leiðist bara tölvunafræðina og hann bara fara í smiðin. Já, smiðin. Nákvæmlega. Já, það er ekkert flottar en svona menn sem að geta, já, það er flott, sko. Maður hefur ekki séð á lengi, en nei, ég segi svona, sem getur allt og svona handyman. Já. Það er mjög flott. Algjörlega. Ég held að ég sé meiri handyman heldur Bensi, sko. Já. Ég á bók heim hjá mér sem heitir Porn for Women. Porn for Women. Það er sérst klám fyrir konur. Já. Og þar er bara myndir af mönnum í fötum. Já. Mér finnst það þeir betri svoleiðis. Að bara þrífa klósettið og strauja og maður bara elda matinn og já. Hvað er flottara? Ekki neitt, sko. Við erum alveg wifi, sko. Já. Já. Sérstaklega fyrir svona eins og okkur. Já. Alltaf út, það væri gott að hafa þetta svoleiðis heima bara. Já, elda fyrir okkur og strauja og svona. Já. Það er bara svo fallegt og eða bara fá, það er góð hagfara að fá einhvern í verk sem að manni leiðist og gera það sem maður er góður í. Já. Þá er allir með vinnu. Nákvæmlega. Skipta við þannig. Virkar þetta. Já. En þegar fólk talar það eru margir sem pæla í, þú veist, þeir séu rísandi í ykkur eða tungl eða hvað. Já, það er, sko, það þarf maður að gera heilt kort og það er náttúrulega, þess vegna er flókið að gera stjörnuspá. Ég ger hana öðruvísi, það er önnur kona sem ég veit bara til sem ger hana svipað. Og þá, sem sagt, núna framvegis verður þið skráðar inn í ykkar stjörnumerki og ég kannski með alveg fjöldan allan af fiskum sem ég er búin að skrifa niður sem ég get tengt við. Þess vegna get ég verið með svona breiða kannski hluti og þegar að fólk kemur með eins og það er ekki 13 stjörnumerki Sigga og það er naðurvaldurinn, það ætti að vera 13 og þá færast allir til en ég held fólki náttúrulega inn í stjörnumerkinu sínu því ég er bara með fólkið, fullt af fólki sem ég skrifa niður og svo skoða allt í kringum það líka svo að við eigum ekkert að vera eitthvað að þvæla í þessu. Nei, einmitt. Ég hef aldrei pælt í eitthvað svona hvað ég er. Nei, ég er bara fiskur. Já. En svo, en pælir eitthvað í kínverskum? Ég er, voruð þið ekki að segja að ég var í rottunni? Jú, við erum og ég sagði þegar ég var að horfa okkur, já, og ég er stálrotta. Ég er stálrotta. Þú veist, ég var að tala við ykkur. Ég heyrði þess já, og svo heyrðu þið ekki í mér. Nei, við heyrðum núna. Já. Stálrottan náttúrulega vinnur ekkert á því og rottan finnst mér eitt merkilegasta dýr jarðarinnar því hún finnur svo marga hluti á sér. Hún er farin frá, ef skip sökkva, þá er hún löngu farin frá borði og hún er harðgerð og hún getur ekki gert það ef hún sé með goffítennur. Nei. Þetta er frekar ljóð dýr að pæli þeim, rottur. Ekkert góð fyrir auðvitað alltaf. Nei, það er út af, ef það væri ekki þessar svona vígtennur eða tennur hérna, eða svona þessar ljótu tennur, þá er hún ekkert ósvipuð, bara mús eða hamstri, bara náttúrulega ég sá í Indlandi svona stórar svartar, þetta ekki vilja mæta því. Nei. Þessi hundar. Já, þetta er svona litli bara hérna, chihuahuar. Já, einmitt. En ég held að við séum vassrotta. Ég held það. 96. Vassrotta? Já. Ok. Hvað þýð það? Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, er ég að bylla? Nei, ég vona á sér það, því ég veit ekki til hvað tegund rottunar er vassrotta. Nei. Að því ég er stálrotta, svo er til náttúrulega á rottunar og svo kemur vassrotta. Þið þurfum eiginlega, við hefum þurft að vera með svona lítla spjaldtölvu hérna til að... Já, við getum nú bara að googla þetta svona. Þú taka hann upp til þín? Ég skal taka hann upp til þín. Já, við höfum þetta bara svona eðlilegt, tökum þetta bara allt upp og... Já. Vassrotta. En árið sem er að koma, það er víst stálugsi. Já. Þetta er 2021. Það er rosa merkilegt að gerast í sambandi við himintunglin núna í janúar.
þar sem Steingitin er náttúrulega mesti stríðsmaður allra merkja. Já, það máli. Sko, frægi stríðsmenn sem að hafa gert allt vitlaust eru rosalega oft Steingitur. Okay. En í fæstu skiptin, ljón. Það er svoleiðis. Já, ég er ekki mikið stríðsmaður. Nei, og ljónin eru það ekki. Þó þau virki svona eitthvað og þá eru þau ekki... Nei. Já, ég var með villsmál. Við erum fire. Eldróttur. Þetta var eitthvað betra. Þú veist, vassróttur, ég sá þetta ekki alveg einhverjar, þær komast ekki eins og í neitt. Eldróttur, ég held að það sé magnað. Já. Og þið eru 1996 fyrirgeðið mér þetta. Já, allt í góð. Þá muna það allir sem eru að horfa okkur að 96. Já. Eldróttur. Hver getur sigrað þær ekki einu sinni? Stálöksin? Nei. Því hann er úr stáli og erfitt með að reyfa sig hvort það er. Svo eldrótturna bara alveg. En það er að byrja, þetta er rosalega náttúrulega þetta ár sem er að koma. Og það byrjar dálítið hart á ýmsum stöðum eins og það þarf nú ekki spákonum til að sjá til að því að, ég man ekki hvort það er Plútó og Satúrnus að mætast þarna. Já, mitt. Já, og það er mjög svona, og þau geti séð bara án þess að ég segi það að það er náttúrulega ýmislegt að breytast. Já. Mikið. Náttúrulega nýr forseti þannig í Bandaríkjunum, ekki vera að hugsa það er neitt. Maður á ekki að vera að hugsa mikið hvað er að gerast fyrir utan. Maður á að hugsa hérna inn og gera það besta. Þú veist. Nákvæmlega. En varaliturinn komin okkur út allt hjá mér. Alls ekki. Nei. Hann er bara helst mjög vel á. Já, þetta er mjög góður. Þetta er makk. Ég lít að fá einhverja auka varalit út á að setja. Já, makk vil ég gera svolítið hringja í sig. Ég var með svo gott líka varalitamerki sem var í Smáralindina. Þeir hættu bara. Hvað var það þarna? Make-up? Nei, hvað var það? Nei, það var eitthvað frá Póllandi. Nú, ok. Það er ekki hug. Nei, ég veistu það, ég bara hef ekki pláss fyrir að muna þetta allt saman. Nei, ég skal vel trúa því. Það nóga nóga upplýsingum. Já, og maður á ekki endilega, maður þarf ekki að vita allt. Nei, það er rétt. Heyrðu, íslenskar stjörnur, hvern langar að taka fyrir? Oh my god, ég veit ekki. Hver er svona uppbóls íslenska stjörnaðin? Uppbóls íslenski leikariðin? Hver er það? Ólaður Darri. Ólaður Darri? Já, svo við getum ekki Nei, við veitum náttúrulega allt um hann. Já, og líka Ingvar og svo er náttúrulega það eru líka margar konur sem ég veist. Já. Æðislegar. Ilmur til dæmis. Já. Og og hún Anita Brím, hún var náttúrulega Já, rosa flott í. Hún er rosaleg. En mér fannst svo leiðilegt þetta er svona ástaratriði. Hvað fannst það leiðilegt? Nei, mér finnst stundum að ég er hann bara svolítið tepra, ég þúl ekkert svona og það þarf ekkert alltaf, þú veist, það er hægt að gera meira rómantík þó þess ekki vera að berstrýpa fólk einhvern veginn, að því að þú veist að því það þarf, mér finnst þetta oft þurfa að fylgja svolítið svo er gert í Bandaríkjunum eitthvað. Ég skilji, við erum að tala núna þættina Ráðherrann. Já, ég hef ekki múin að sjá þetta. Sjáðu hvað er mikið gott að hafa hann. Við erum að tala núna þættina Ráðherrann sem Ólaður Darri og Anita Brím leika í. Já. Það voru geðveikir þættir, sko. Geðveikir þættir. Það voru sturlaðir. Já. Þú þarft að horfa á þetta. Já, ég þarf að horfa á þetta. Gefum tími í það. En ég var að horfa á Bachelorette í gær. Ok. Ég er ekki alveg komin á nýjasta. Ekki heldur. Ég ætla ekki að segja ykkur neitt frá þessu, en ég hef aldrei hort á þetta áður. Nei. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt. Já, þetta er æðislegt, sko. Ég er svo svakalega hissa, því ég nenni ekki að horfa svona framhaldsþætti því að það er alltaf að gera strax. Æði. Já. Ég ætla ekki að segja ykkur neitt frá þættinum en það var hann rosalegur. Ég er mjög spennt. Heyrðu, ef að tjekka bróðum mínum? Já, Aron. Hann er svolítið svona, já. Það googla. Hvað? Já, ég veit alveg. Hann er leikari. Hann er leikari. Já, til dæmis hvar? Heyrðu, já, í hverju hann leiki? Heyrðu, hann leiki seinni seríun af Ófærð. Ófærð, já. Já. Og hann leik Víking. Já, hann var svolítið svona... Hann var að leika samkynnaðan mann. Já. Sýndinu mynd. Já, ég var að sýna mynd. Nei, já, ég veit hvernig þú tala um. Ég man eftir honum. Það er þessi leikari. Hann er Steingitt nefnilega, sko. Það. Já. En... Hann á afmæli. Steingitt eru frábærar. 12.1. Ég er Steingitt í 93. austurlenskum fræðum. Aha. Það er öllu snúið við þar. Ég nenni ekki að fara út í það. 1993. Sjáðu gott sætt. Takk bróðið. Já, ég er svolítið svona forvitin fyrir hans hönd. Og maður á að styðja sína. Já. Algjörlega.
Hann er 8. Hver er 8 aftur á hann? Kylie. Má ég spyrja þig að einu þá, og er hann búin að klára leikaran nokkuð? Jú, Já. Hann er búin. Já, hann á nefnilega með mjög hraðan huga. Já, það tók hann nefnilega alveg, þú veist, sko, það tekur flesta 3 ár, það tók hann 6. Já, af því að hann á, og þess vegna er hann svo mikill artisti, þú ert líka í artistalínu, sem eiga þriðja. Já, en hann er svo mikill artisti og þá er hann svo erfitt með eitthvað svona leiðilegt, sko, bara, ég geti þetta ekki. Já, það er alveg hárrétt, sko. Og hann er bara svo skemmtilegur. Já, hann er fýtt, sko. Já. Og getur strengurinn. Geðvegt fýtt gaur. Já, það er mjög mikið, sko, hann er búin að vera á 8 núna þetta árið, það er búið að vera mikil hraði í því sem er ekkert að gerast og svona mikið af hugsunum og svona og árið 2022 markar sérstök tímaspor en eitthvað sem hann gerði á þessu ári mun gefa honum mikið þó hann sjá það ekki núna. Það var ánægður að heyra þetta. Já, hann heillar alla. Hann er heillandi. En hann er líka 8 og ef hann hefur ekkert að gera og er heima hjá sér, þá getur hann alveg... Já, það er nefnilega svolítið sem gerðist, sko. Hann, bara eins og flesti kannski leikarar er að standa í núna, þú veist, hann er ekki búin að hafa neitt að gera, átt að vera Bubba-sýningunni núna í febrúar og hann var náttúrulega bara að fresta og er ekki búin að gera neitt sinni í febrúar. Þannig að hann fór að vinna sem iðnaðarmaður. Hann fann sér eitthvað að gera. Þetta er svo típist, sko, með 8, ég á 8 son sem er hrútur og alveg flottasti drengur í heimi, sko, hann er DJ og upp á sviði og svona ýmislegt og svo vinnur hann líka bara þú veist, smiður og svona ýmislegt sem hann er búin að læra eitthvað af en 8 á svolítið ströggl með ákveð þetta, en það þurfa að vera eins og við vonum að tala í aksjón. Í aksjóni, já. Herru, ég var til að vita líka hann að Khloe Kardashian, svona, eða ekki? Jú. Nei. Ekki. Hún er krabbi. Viljum við ekki heyra hana? Jú, við erum alveg saman. Hún er afmæli 27. júní 84. 27. júní 1984. Marilyn Monroe afmæli 1. júní 1927. Hún er 7, þær eru sérstaka tölur. Barnabarnið mitt á afmæli er líka 7 og fædd 1. júní. Já. Og er keisari, svo við vorum búin að kaupa mikið af Marilyn Monroe, ég náttúrulega elska hana. Og svo átt að fresta keisarinu þangað til á morguna því að það var einhverju vesen með hina. Ég sagði, heyrðu, við erum búin að vera að kaupa alla þessar myndir og fyrir hún á að vera sama dag. Alla fresta keisar. Nei, ég skilja bara mjög vel. Nei, ég var nú að grínast, en hún var tekin þennan dag og þetta er bara, það er mjög mikið skemmtilegt fólk 7 ef þið reknið út 7. En þetta var útudúr. Já, skemmtileg útudúr. Já. Hvað stjörnumerki er þá hún? Hún er krabbi. 2, 3, 4. Hún er krabbi. Já. Hún er ás. 12, 13, 14, 15, já. Ég man nú ekki alveg með hana, var ekki alveg rosalegt vesen á manninu minna eitthvað, jú. Það er svona, ég er svona eiginlega að spyrja. Já, málið er að, sko, hún er samt típan sem er, sko, þessi típa sem skilur ekki við manni sinn. Já, þetta er krabbin. Nei, það er ásinn. Er það? Já, já. Ég held að krabbin væri talin svona... Já, sko, kallakrabbin. Kallakrabbin? Já, kallakrabbin er of latur til að standa í. Það er gott. So whatever, þetta er Whatever, já. Hún er fín maður. Já, hún er fín maður. Nei, en jú, ég segi svona, en ásinn er svona, gott að eiga barn sem er ás, mömmu sem er ás, að því þeir hugsa voðalega vel sína. Já, hún er ágætis árið, það er í raun og veru þá þannig. Veist, þó sér líklega ekki að gerast í ástamálum eða eitthvað. Hún er eitthvað svona aftur að taka við hann sem að hélt fram hjá hann eða svo leys. Það mun ekki ganga, þú sér þarna sérðu það, að ásinn, hann bara, þú veist, vill hafa sinn, á svo erfitt með að skilja og þarna er hún að taka við honum aftur og ég tel ekki að það verði jákvætt. Nei. Gefði 0. Gefði 0 stig. 0
0 stig á Tristan Thompson. Sammála. Já, sammála, 5 hjá okkur. Herru, en þú, Sunna, Ariana Grande, þú pælir nú mikið í henni. Já, hún líka krabbi. Já, en hún örugglega með. Já. Hún fædd 23. júní, 93. Ariana Grande. Já. Ekki bara allt í fína með hana? Ég held að sé allt í fínu. Já, við hefum ekkert það að segja. Hún er hún ekki góðum gýr bara? Jú, hún er æðislegum gýr. Hún er bara æðislegum gýr. Það er ekkert svona, það á bara að vera allt svona að ganga. Nýkomin í nýtt samband og svona? Já, ég held að það sé að ganga. Ok. Hvað myndir þú segja, svona? Jú, ég myndi alltaf það, sko. Hún er sterk kona. Já, þú líka. Takk. Þú líka. En málið er að við þurfum að, sko, að því að þú svona, sko, það getur enginn gert það sem þið að gera nefnir þessi sterk. Nei, nákvæmlega. Og svolítið skýtsama það sem aðrir eru að babla Já, okkur er drullið saman það. Já, nota sterk orð bara og so what? So what? So what? Maður getur aldrei láta alla geðjast að sér. Nei, nefnilega ekki, sko. En ok, eins og þegar þú varst að tala rétt á hann, þú varst að tala að setja saman stjörnuspána fyrir hvern mánuð, þá pælur því út frá hverjir eru í því merki og svolítið svona, það er óslega skemmtileg pæling. Og ég var með, sko, alltaf frægir í merkjunum, þá gátt ég verið alveg með 100, nú er þetta eitthvað pínu endurskoðað, þú veist, ég var með svo marga alltaf bæta við það, svo gaman að vera fræg, og allir íslendingar er eitthvað frægir, þú veist, og ég vonast til að það fljótlega komi inn aftur, það er svo gaman bara, það var svolítið gaman. Já. Sammála. Alltaf gaman að sjá, þú veist, hverju deila sínu merki eða með hverjum að deilir því merki. Nefnilega. Það er nefnilega gaman og það sem að ég gerði líka, þá vildi ég setja daginn. Já. Mér er svo gaman og líka kannski ykkur að sjá hverju eiga ammali sama dag, ég er svo spennt. Það er ógeðslega skemmtilegt. Nefnilega, ég þekki engan sem ammali sama dag, sko. Ég veit ekki neitt, þetta er mjög ómerkilegu dagur. Nei, þú tókst það bara. Já, ég gerði það merkilega. Já, þetta var þitt space. Já. Ég man heldur ekki eftir neinum. Nei. Hann að 10. Ég man hann í kring. En ég minna ég man ekki allt. Nei. Þetta er bara dagurinn þinn svona. Já. Já, Sunnuv á hann. Já. Það verður Sunnuvudagur. Sunnudagur. Ég fíla það. Þú komst líka á settum degi, við það ekki? Jú, ég kom á settum degi. Sjáðu hvað hann er búið. Right on time. Bara hi. I am here. Já, en já, þú ert náttúrulega að fara að eignast barn á svolítið svona, ég hefði ekki spáð því fyrir þér ef ég hefði hitt þig. Nei, þetta er bara, Já. Kom og vart, sko, okkur öllum. Já, varstu ekki á getnaðarvörnum? Nei, en hef ekki verið það, sko. Já, frábært, ég ætla að segja svolítið þetta. Að þegar að maður hittir maka sinn, þá er mjög gott að vera ekki að getnaða vörn að því að við löðust saman af lykt. Já. Þú veist, maður getur hugsað, okkur ég skotin í þessum vitleysinga, þá er það til þess að verði hraustara barnið. Já. Þá er það lyktin, þá er ég ekki að tala um rakspíran. Nei, bara... Og það er svo gaman að heyra þetta með þig, og þetta verður bara alveg fullkomið og þetta verður ekkert vesen. Geggjað. Gott að heyra. Við erum að búa til svona nýja kynslóð sem tekur við tebúinu, svo sagt. Já. Ekki ég, sko. Nei. Nei, það kemur eitt daginn. Já. Ég myndi halda til dæmis, sko, með þig 10., 8., 8., 9. Nei, 7. Nei, 7. Já, 7., 8. Já, það var einhver annar sem var 10., það var hún hérna. Kæli. Hvenær kemur þið það? Býtti ég að reikna át hvernig krakki kemur. Nei. Ég vil verða þetta. Já, hjálpu þér. Nákvæmlega. Hann rettaði þessu einu sinni, hann er með Jésu. Heilagur andi, þú veist bara, það var eftir. Það var enginn, Guð hjálpi mér, við skulum bara drega þetta. Býttu, já, heyrðu, þú ert nefnilega, sko, þú ert eiginlega 14, 15, 16, já, það er bara, ég myndi segja að væri sem sagt 4 ár líka. Ok. 2025, einhvern veginn kringum það,
að því að, já, nei, við glemdi 21 þannig að svona smáatri þá það 2024 Hei, það stutt í það það ekki neitt Nei það 1300 og eitthvað dagar Vá, ég þarf að byrja að búa með undir þetta já, bara að fá því vöggu og það var baby shower það baby showerum mitt mér líst vel á þetta já Það var rúkslega fyndið, við stelpum myndum halda bara baby shower handaði núna. Já. Sjáðu hvað það verið gaman. Þú átt í minna. Já. Byrja bara snemma. Nákvæmlega, undirbúa. Það varstu bara alveg undirbúin, sko. Já. Nákvæmlega. Þú, skal ég segja þér, þú hefðir ekki átt barn snemma. Nei. Að þið vorst búin að ákveða það. Já. Það alveg svo trétt. Já. Og þú varst ekki að pæla í því. Nei. Svo að bara, þú veist. Það bara, já. Og svo skiptir ekki neinu, en þetta allt sem fullkomið. Algjörlega. Bara svona. Allt á að gerast, sko. Já. Gerast alltaf ástæð, það ekki svolítið svoleiðis? Jú, en þú, þú getur ráðið rosalega mikið hvað gerist. Já. Að því að í þér býr Guð. Býr í þér þetta rosalega gló, eins og bara, ég ætla að hitta Kim Kardashian í dag. Já. Þá ertu bara búin að skrifa það og svo bara gerist það. Bara góð. Maður þarf að hafa pínu stefnu. Já. Vita hvert maður að fara. Nákvæmlega. Ef maður ætlar til Keflavíkur, þá fer maður ekki til Grindavíkur. Skiljið þið? Já. Þú veist. Nákvæmlega. Já. Það verður að keyra rétt átt á. Já. Hvað langar þig að gera þetta stór? Guð, ég veit það ekki, sko. Nei. Ég hef ekki hugmynd. Þú ætlar að hafa gaman bara. Já, það eiginlega eina planið, sko. Taka verkefni að þér og hafa gaman. Já. Ég held að svona verður svolítið svona þú verður í svona óhefbundnum en skemmtilegum störfum í framtíðinni. Ég held að. Ekki svona 9-5 starfi. Nei, Guð, almáttur. Nei. Og verður svolítið svona, svona óhefbundum en skemmtilegum. Já, fólk, það bara þannig. Nei, ekki. Ég sé það ekki. Kannski ég bara eftir að vinna eitthvað með mér. Já. Við verðum alltaf til í það. Já. Ég að hugsa þetta, ég að fara að gera svona ég búin að vera oft með fyrirlestra fyrir ungt fólk. Ok. Og svona hvernig það getur svona, og skrifa bækur náttúrulega og ég verið mikið í skólum og og þetta svo mikilvægt. Að maður sjái fólk sem yfirstígur hlutina og bara, og treystir. Já, nákvæmlega. Já. Algjörlega. Það var skemmtilegt að því að við vorum einmitt í dag fyrir morgun, þá fórum við í gamla menntaskólann okkar í dag. Í menntaskólanum við Sund og vorum teknar í viðtal hjá útvarpinu þar af ungum stelpum sem voru að stjórna útvarpinu í dag allavega. Já, bara í dag, já. Og það var svo skrítið, þetta var svolítið svona eins og að mæta sjálfur sér í gamla dag. Já, það var alltaf þannig, sko. Og ég var alveg, við vorum einu svona ungar og við vorum einu Þetta voru bara við, sko. Já. Við vorum bara að tala við okkur nema bara fyrir svona 5-6 árum eða eitthvað. Ógeðslega gaman. Maður breytist bara ekkert. Nei, nefnilega ekki. Maður breytist ekkert. Nei, í rauninni ekki. Ég bara með alveg sömu hugsanir bara þegar ég var bara mjög ung. Nei, og það svo gott að vera krakki áfram. Já. Ég trúi því bara saman hversu gamall þú ert alltaf þú. Já. Bara þú breytist ekki neitt. Nei. Þegar maður tala við svona fullorðið fólk, það bara svona, þú ert bara alveg svo ég, sko. Já. Þessin svo leiðilegt þegar bara kemur einhver og spilar og gítar alltaf bara sama lagið á miðvikudögum. María. Heldur að við myndum vilja þetta? Nei. Ég fer til gamla fólksins og spila Rammstein. Já, vel gert. Og læta það í alveg saman. Og bara að því að, þú veist, þetta fólk bara, þú veist, það ekki gamalt, en það verður náttúrulega bara hundleitt á sömu kökunni og sömu súpunni og sama söngnum. Og þú veist bara, það best bara... Það eins og sumir halda bara að eldra fólk bara staðni og bara verði bara fast þarna með sama tónlistasmekkin og allt þetta. Það ekki svolítið. Nei, ég held ekki. Nei, við ætlum að gera okkar eigin elli heimili. Já. Alltaf með allt on point. Partí elli bara heimili. Bara alltaf partí og Kim Kardashian hanga með okkur og svona. Nákvæmlega. Hún kemur á það elli heimili. Já. Það er geðvægt. Sér á afmæli sama dag og ég svo ána með það því að það er geðvægt. Ég elska hana. Hver er afmælisdagurinn? 20. maí. 20. maí? Já. Ég var búin að giska 30. maí. Já, en spes. Já. Mér finnst þess að ég heyrst hana dag áður. Er ykkur fleiri sem að... Já. Nei, það sem sagt, að því hún uppáhalds, þá man ég ekki þessa útlensku. Nei, einmitt, ok.
þú getur googlað það náttúrulega. Já, afmælisdagurinn. En svo sér, það er geðvikt. Já, þá bara, svo eru margir skemmtilegir, ég bara man ekkert neitt núna. Nei, nákvæmlega. Það kemur fyrir. Það kom alltaf bara upp. Hilmar vinur minn á Barjóna, kom hann í ljós í gær, sko, að hann átti sama afmælisdag og ég og hann vinnur með mér. Já, ok. Í hérna hópa karaoke-inu. Já. Sem er náttúrulega geðveikt að því ég kann ekki eitt lag. Ég kann bara svona miðjupunktana og svona og svo bara la 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 þú veist, segja bara já fara út í verkefni kemur alltaf bara 250 mann sem ég er ekki að fara að lesa þetta allt saman. En hvað finnst þér skemmtilegt að það? Já, sér er eiginlega efst sko. Já, það er bara þannig, við skulum ekkert fara Nei, en það, þú veist, þessi dagur getur ekki höndla mikið fleiri heldur bara sér og Sigga Kling. Nei. 2 stórstjörnur. Það var eins og talaði okkur í New York í útvarpinu þar. Nú? Það hefur verið sko, því það hefur verið einhver íslendingur sko, þar og þá verið að tala að því að ég bara og sér og Sigga Kling væri svona hommahækjur. Hommahækjur? Það þýðir að við elskum hommana. Við viljum bara, þú veist, og gay people bara, sem sagt að við værum svona helsta í því. Ég elska það er alltaf gaman. Þetta fólk bæði og sama, ég nenni ekki að fara yfir öll orðin sem allir heita inn í þessu, minnst ekki skipta máli og sem er bara með aðeins öðruvísi kynhneigð eða eitthvað. Og ég held að kynhneigð sé í prósentum talið, það sé ekki allir 100% þetta eða hitt, að því að mér finnst þetta fólk er búið að fara gegn svo margt og það hefur svo mikið húmor. Og já, svo ég er eiginlega drag queen. Elska það. Og hafa verið minnst á mig með þessari koni, ég var bara... Topnum náð bara. Nei. Ég ætla að hitta hann alveg svo. Já. Þú þessar að hitta hann. Já. Algjörlega. Þú ætlar að hitta hann. Já. Mér finnst þú svo sætt, hún er áttræðisaldri sko eða eitthvað. Já, hún er gorgeous. Hún var að halda tónleika í fyrra og ég var búin að vera að reyna að komast að því að vinkona mín Halla Heimundúl og konan hennar voru þar. Og þau voru með lausan miða, en ég svo kom COVID eða? Nei, það var, nei. Fyrra. Það kom eitthvað annað. Annað. Já, en ég, sem sagt, og mér finnst bara hvað hún heldur sér vel og svona er hugguleg og ég ætla bara alltaf að gera það sem ég sýnist, en mér langar til og nákvæmlega. Já. Hún er einmitt stærsta svona, hvað segir maður, svona rólmódel eða þannig fyrir Kim Kardashian. Já. Er það? Já. Hún lítur upp mest af öllum til sér. Það er ekki merkilegt. Jú, sáðu ekki þarna Abba. Jú, Mamma Mia. Jú. Abba, Mamma Mia, halló, Guð. Þarna þegar hún kom þar og ég vissi það ekki. Nei, hún kom í lok sýninguna og ég fór bara að gráta. Ég bara... Það var svo sætt. Já, því hún er frá Armenia. Já. Og Kim, eða þú veist, föðurfjölskylda Kim er þaðan líka. Þannig að þau töluðu alltaf að þegar þær voru yngri, það var svo gott að horfa upp til einhverja stjörnu sem að, þú veist, að því að hún er með svo einkennandi útlit að þeim var svo gott að sjá eitthvað frá Armenia ná svo langt og þá hugsaðu, já, við getum gert það líka. Er það lítið land eða? Já, það er frekar. Þeir eru í Eurovision? Já. Armenia. Það er eina sem ég veit alltaf þú í Eurovision, já. En þannig að það er mjög gaman að heyra. Ég er spennt núna yfir Eurovision. Já, hvernig heldur það verði á næstari? Ég held að við vinnum þetta. Eins og alltaf. Ég segi það alltaf og svo kaupi ég mér sjónvarp og fæ ekki endurgreitt. Nei, okkar tími er komin miðað við árin. Þá bara, ég bara alltaf trúið við vinnum þetta. Og við bara trúum því því að orka okkar landsins og landsmanna að trúa að hlutinni reddist. Þetta reddast, þetta er bara til á íslensku. Já, einmitt. Og þetta bara reddast. Magnað. Já, magnað. Og við erum svo fljóta aðla okkur öllu. Við bara... Einmitt, það er rétt. Já. Líka, maður fattaði þetta, eins og því ég bjó erlendis og maður ætlar að reyna að segja eitthvað sem maður segir oft á íslensku. Getur það ekki? Nei. Það er tvennt sem ég tók eftir sem ég gat ekki sagt á ensku. Það var þetta reddast, þess að ég fattaði ekki, veist, bara svona, figure it out, veist, það var samt ekki alveg, þú veist, ekki alveg það sama. Nei. Svo gat ég heldur ekki sagt, ég nenni því ekki. Nei. Þá kærleikur er ekki til á ensku heldur. Nei. Það er til kærleikið, það er bara love. Já.
Það svolítið, að þið orðið kærleikur, mér finnst það bara fegust orð. Hann er mjög fallegt orð. Já. Mjög fallegt. Svo skrítið, getið þið fundið hugunum á okkur? Nei, ekki neitt í hug. Ekki neitt. Nefnilega ekki, sko. En ég gæti þú veist, úti og gæti ég ekki sagt ég nenni því ekki. Þannig ég þurfti alltaf að nenni öllu sem ég gerði. Því ég gæti ekki sagt ég nenni því ekki. Sjáu hvað það nú furður. Já. Ég nota þetta orð því miður mjög oft. Ég nenni þess ekki. Já, ángríns. Ég beigi mig ekki eins og ég bara dettur alltaf töskun á gólfið og ég bara, já, mér er alveg svo henni. Þetta bara átt að gerast. Ég er ekki búin að taka úr baðinu, sko, síðan á hádegi í gær og að því að þú veist, ég bara vil ekki brjóta neglunar og get ekki náða lítið svona, svo bara þetta verður þarna einhvern miklar með. Þú fyrir næst í bað bara? Já, ég fer bara í sama baði, maður að spara vatni núna í kuldunum. Já, mitt sá það. Svo finnst mér þetta ógeðslega sniðugt. Já. Sunniva, þetta er eitthvað fyrir þig, sko. Ég á svo mikið að dóti, sko. Já, oh my god, nei, fyrsta. Nei, sko, ok, allt sem ég geri. Allt sem hún gerir. Ég fer inn á heimasíðu sem heitir yesorno.com og bara á ég að gera þetta. Yes, þá ger ég það. Já. Og ef það kemur no, þá bara, nei, ok. En ég er með yes and no spil sem ég ætla að gefa þér. Okay. Þetta eru 56 yes or no setningar. Þið muni eftir náttúrulega í Friends, The 8-Ball. Já, þetta eru 56 svona setningar og heita örlagaspilin. Ok. Og fást á síðunni minni siggakling.is, svo maður sé aðeins í auglýsingu. Já, þetta. Og sérðu, ef þú hugsa spurningu, og það er alltaf það þú segir bara eitthvað, og þú ætti aldrei að fara inn á síðu aftur. Nei, hætti að fara inn á síðu. Og ég hugsa ykkur spurningu og draga svo. Já. Og ég segja hann upp átt. Já, bara, þú veist, ekki hafa hana mjög alvarlega. Ekki verði ég hamingisum, eitthvað. Nei, þú ert búin að draga þetta. Já, þú... Sorry. Og það kom svarið já núna strax. Ok. Hvað varst það að hugsa? Varst komið eitthvað? Ég var að hugsa svo arsnalegt. Nei, leif þenni bara eiga það. Og, nei, ég get svo eru ekki leitt pínu myndir á hverju spili og þá séru til dæmis þetta vitringurinn að sjá stjörnuna hérna. Litla stjarnan mín. Litla ljónastjarnan mín. Já, núna strax og alveg að koma takmarkinu. Ok. Já. Ég er svo forvindin. En sjáu hvað þetta er skemmtilegt. Maður bara getur, sko, þú veist, ef maður er óléttur, maður þarf ekki að fara og ná í þess að pröfu þarna 17. Nei, nákvæmlega. Hvort að ég sé ólétt. Sunniva. Er ég núna strax? Nei. Nei. Og það koma leðurblökur. Það er bara hell no. Þannig að spáin er rétt. Já. 2024. Já. Váin fyndi. Það er svo gaman að þessu, ég ætla að gefa ykkur sér ykkur spilin, en þessi spil ég er búin að vera til lengi, en ég er bara svo lélega að fara með spil í búðir og svona, og þú getur bara heila fengið. Heimar netverslunar eru bestar. Ég var bara að henda þessu upp, hvað ég er á 70-saldri og ég var að henda þessu upp, eða láta henda þessu upp, ég gerir náttúrulega ekki neitt, sjálf. Í fyrra, bara fyrir jólin. Ég verð að pröfa að draga eitt, ég er náttúrulega með spurningu huga. Ég óma svo oft ef ég gerir. Já, ég fíla það. Ég er búin að velja nafnið á barnið, en ég ætla að spyrja hvort það passi. Ok. Já, þetta gengur vel. Og sérðu hjarta. Hjarta og það er ofið í blómum. Oh my god, ég held þessu nafni, sko. Já. Þetta nafn færi þér gleði. Já. Vá, en merkilegt. Þetta nú þarf ekki að fara og bara verðu með þessa síðu í vasanum. Já, ég ætla bara að hafa þetta í vasanum núna. Já. Þá þarf ég ekki alltaf að... Og þú fær hérna hinn, var ég ekki með kassan utan á þessu? Þetta er allt saman eðlilegt. Ég sjá því ég beði mig næstu núna. Já. Þú lagðir það á þig fyrir mig. Það er svo gaman að leika sér. Já, algjörlega. Geðveikt. Þetta er geggjað. Ég mun nota þetta mikið. Já, ég elska þetta sjálf, sko. Já, skemmtilega svona dæmispurningar enn aftan á. Já. Verði ég atvinnum var í fótbolta? Er Aron hrifinn af mér? Þetta er geggjað. Já, þetta er bara svona að vera að segja. Já. Þú getur spurt að hverju sem er í rauninni. Sáuð þið ekki þarna með 8-bólið hjá Friends? Jú. Ég elskaði það, sko. Já, það var geðvægt. Upp frá því gerði ég þessi spil. Ég held að það sé upp frá því líka sem ég byrjaði að nota síðuna, sko. Hann að segja. Já. Og alltaf sunna eitthvað svona á ég að gera þetta, ég veit ekki ok, já, ég ætla að gera þetta. Þetta er gott fyrir mann samt. Já. Þú veist, það er alveg svakalega sérstakt hvað þetta oft hittir á, en ég læt ekkert sko stjórna mér. Nei. En það kemur svo oft fyrir að sko, já. Einmitt. Að það er bara... Stundum þarf maður bara þetta extra push. Já. Bara eitthvað, þú veist, einmitt að draga spil og það segir já og þá er maður bara, já, ok. Já, þá er maður til það. Já.
það eins og þessi, eins og við vorum að draga á þann, bara einhvern svona kraftur og að ég elska setningar. Að ég dreg bara, eins og ég ætlar að draga núna, þessi eru aðeins öðruvísi og ég dreg hérna og þetta gleður mig svo. Bara, ég var að gera minn eigin. Ekki efast ástina. Ástin efast ekki þig. Cute. Hvað gerast? Það eitthvað að gerast. Það eitthvað að ske. Jæja. Ég alveg tilbúin að eitthvað að gerist eða muni ske að því að ástin svo hnerri. Svo hnerri? Þú getur ekki stoppað hana. Já. Þú getur ekki stoppað hnerra. Og maður veit aldrei. Nei, allt í henni bara. Já. Kemur bara óumbeðið. Já, algjörlega. Var ekki búin. Já. Oh my god, Sigga, takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir Mér finnst svo gaman svona. Bara við erum að bulla eitthvað og hafa gaman og senda bara orku góða með bleika jólatrið og Bauhaus. Já. Og ég þakka svo innilega fyrir mig að fá að koma og ég held ég var búin að fylgjast með þér lengi, það hefur líklega verið veðurfræðingurinn. Ég veit ekki. En takk fyrir mig. Já, takk sömuleiðis. Það var æði.